Benedikt Kristjánsson tenor sem ungur vann afrek í sönglist sinni og hefur heldur bætt í eftir því sem hefur liðið á ferilinn. Ég held að tónskáldið Bach sé örlagavaldur hjá honum. Hvers konar maður hann? Ég veit minnst það þótt ég hafi oft séð nafnið hans og hlustað á stutt viðtöl við hann og heyrt hann syngja. Og Benedikt gestur minn í helgispjalli þessa vikuna. Vertu velkominn. Takk hérlega fyrir. Hvar eigum við að byrja? Húsavík, fæddur þar? Já, ég hins vegar ólst ekki upp á Húsavík, þannig að ég ólst upp á Grenjaðarstað í Aðaldal, þannig að ég bjó ekki á Húsavík, það var bara næsta sjúkrahús. Já. Og þá pabbi þinn prestur? Yes, hann var prestur á Grenjaðarstað. Kristján Valur Ingólfsson. Já. Og hvenær manstu fyrst eftir þér? Já, það er bara eiginlega á Grenjaðarstað, það var verið að laga gamla torfbæinn á Grenjaðarstað og ég var alltaf að klifra þarna í á hústökunum. Sem var bannað eða eitthvað? Já, auðvitað. Nei, það var þarna svona 2 vinnumenn sem ég var alltaf að angra á daginn. Já. Og þetta var náttúrulega ótrúlega fallegur staður að alast upp á. Þetta er bara algjör paradís. Ég meina, það eru mjög fá hús þarna í dalnum og aðalega bara ótrúlegt útsinni alveg að Skjálfandaflóa og bara náttúrulega Laxá í Aðaldal og bara þetta er algjörlega yndislegur staður. Þannig að ég bjóð þarna fyrstu 5 ár ævinnar. Fékkstu skammir fyrir að vera þarna á þækinu að príla? Nei, ég var eiginlega bara aldrei skammaður. Nei. Held ég. Já. Fyrsta minning þín, þar ertu samofin bæði náttúru og heimili. Já. Já. Hvað er torfbærinn hann gamall? Manstu það? Nei, því miður, ég bara veit það ekki. Nei. En var mikið sungið á þínu heimili? Já, það var mjög mikið sungið, og bæði, mamma og pabbi er náttúrulega mjög mörg systkini og þar er í báðum ættum mikið sungið og í 4 röddum. Og það var, og mamma náttúrulega alltaf að stjórna þessum og hinum kórnum. Já, sem við höfum ekki kynnt, Margrét Bóasdóttir. Já. Þannig að, það var mjög mikið sungið. Já. Þú minnist á fjölskylduna og sönghefðina. Ég hef líka fjallað þetta jafnvel í sumum bóka minna og oft í svona þáttum að þetta var algjörlega einstakt að alast upp þarna fyrir norðan í þessum kúltúr. Ég stundu sagt frá því að í fermingarveislum, svona fyrstu minningar mínar, það eru fermingarveislum og það voru kallar sem voru svona dálítið veðurbarðir og hrjúfir og hrjóstrugir allir og konur sem var góða konur en dálítið svona ákveðnar í fasi og náttúrulega mikil vinnuharka og svona. Og svo safnaðist fólk saman við fermingu og allt breytist, það sest einhver maður við orgel eða píanó og hann byrjar að spila og allt þetta hrjúfa fólk sem manni fannst oft, það breytist í engla. Já. Og einmitt eins og þú nefnir, í 4 röddum er bara talið í og andlitin öll pólast og sálirnar fannst manni. Já. Já, ég á þessa minningu fyrir utan það að ég svona upplifði fólkið líka mjög vingjarnlegt áður en að byrja að syngja. Já. Og það var nú kannski bara afi minn sem sagt í Mývatnssveit sem að Reyðfirðingur Bóas. Hann söng ekki mikið þannig að hann náttúrulega þá breytti sínu fasi ekki en annars voru bara allir sem að sungu Já. Og einhvern tímann fjölluðu við það hér á samstöðinni að á tímabili þá var nánast annarhver bóndi í Mývatnssveit að noti fiðlu. Já, ok. Þetta er svo skrítin saga. Já. Hvernig tónlistin hélt mönnum gangandi þarna í Þingeyjarsýslunni. Já.
og hefur þú einhverja skýringu á því? Nei, því miður, bara ég hef enga skýringu á því, en það er virkilega stór merkilegt og já, það er já, svona aðalega bara svona þegar maður hugsar, þetta verður svona rosalega rómantísk hugsun Já. og svona dálítið leiðilegt að hugsa að þetta sé svona kannski ekki alveg að halda áfram í sömu mynd. Jú, einmitt. Hvar og hvenær hófstu tónlistarnám? Ég bara byrjaði að spila píanó þegar ég var bara held í 6 ára og ég man ekkert eftir að hafa fundist það eitthvað sérstaklega skemmtilegt þó ég lærði nú alveg svona að lesa nótur og svona. Þannig að ég átti nokkra píanókennara þangað til ég var svona 12-13 og þá nennti ég þessi ekki, þá var píanó ekki cool þegar ég var unglingur sko, þá skipti ég yfir í gítarinn sko. Þá fannst mér aftur gaman sko. Átti svona rafmagnsgítar og klassíska gítar og kassagítar og svona. Þá var ég allur í því í svona 3-4 ár. Varstu að spila í pophljómsveitum? Já, bara í Austurbæjarskóla, þá var ég fluttur til Reykjavíkur. Þá byrjaði ég í hljómsveit og þar, ég raun og veru byrjaði bara að syngja því að það var enginn í hljómsveitinni sem vildi syngja og þá ákvað ég bara, ég svo sem allir ég get ekki einhvern veginn sungið og þá hóf ég upp mína raust bara í fyrsta skipti sko. Og svo var ekki fyrir en að ég var orðin 17 eða 18 þá fór ég aftur á píanó og það sem var öðruvísi við píanónámið þá var að ég nefndi að æfa mig og það hjálpaði mjög að nenna því. Hver var kennarinn þá? Þá var hann Martin Hunger, dómkirkjuorganisti og hann var bara frábær kennari fyrir mig sko. Og já, ég naut þess mjög að vera í tíma hjá honum. Þannig að þegar þú ert þarna 17-18 ára þá teiningunum ekki kastað, hvað var þar söngin ennþá? Jú, í raun og veru sko. Það var, ég náttúrulega fer í þessa hljómsveit í Austurbæjarskóla og svo fer ég í MH og það er raun og veru í MH sem að teiningunum verður kastað því að ég fer í kórinn hjá Þorgerði og þá er ég svona fyrst að byrja þessar pælingar að vera söngvari en það var þessi tónlistar sín Þorgerðar sko sem að mótar mig alveg bara enn þann dag í dag mjög mikið sko. Og þá svona það bil 17 ára þá held ég hafi verið algjörlega staðráðin í að vera atvinnusöngvari. Það er áhugavert að reyna að telja saman hve margir hafa orðið listamenn vegna Þorgerðar. Það er alveg rétt. Margar kynslóðir bara. Mamma þín, Magga Bó, Margrét Bóasdóttir, hún hafði gengið þá götu að fara utan til að læra söng, ekki satt? Jú. Já. Var það í Þýskalandi? Það var í Þýskalandi, já. Og pabbi þinn, guðfræðingur, varstu eitthvað barnungur utan landsteinuna með þeim Já, við sko flytjum til Heidelberg 96-97 þegar ég er 9 ára og þar er ég bara heilt ár í þýskum grunnskóla. Kunni náttúrulega ekki stakt ár í þýsku áður en ég kom. Þannig að þetta var talsvel eldskýrn sko að ganga inn í þýskan grunnskóla og auðvitað var það flókið og ég kunni bara eitthvað svona smá babl í ensku bara eftir að hafa hort okkar á sjónvarpið sko. Þannig að ég fyrstu 3 vikurnar þá var bara mjög erfitt að gera sér einhvern veginn skiljanlegan og ég man að kennarinn í bekknum hún kunni ensku sem var alls ekkert sjálfgefið sko í Þýskalandi að fullorðið fólk kynni ensku. En ég var mjög fljótur að læra þýskuna og í raun og veru var það þannig að þegar við svo flytjum aftur til Íslands þá langaði mig ekkert að flytja heim sko. Þá bara leið mér svo vel hana úti. Hvað var það sem var svona því var gott? Sko, já, það er erfitt að segja sko því að ég flutti náttúrulega bara frekar mikið sem barn og
því að ég hann elst upp á Grenjaðarstað og svo ég í Skálholti í Reykholtsskóla í Biskupstungum og svo ég í Þýskalandi, svo ég aftur í Reykholtsskóla í Biskupstungum, svo Reykjavík og það var bara einhvern veginn já, ég veit ekki hvort ég sko, það var bara svona einhvern veginn meiri hlýja í krökkunum einhvern veginn, ég átti auðveldara með að vera bara ég sjálfur Já. á meðan sko í Reykholtsskóla í Biskupstungum þá var þetta svona það var bara einhvern veginn svona einhver kúltúr sem að mér fannst ég bara einhvern veginn ekki eiga heim í og í raun og veru var það alveg að sama í Austurbæjarskóla og svona þannig að það var mjög auðveld ákvörðun fyrir mig sko eftir menntaskóla að fara til Þýskalands í nám Já. og auðvitað það náttúrulega líka bara að rosa margar ástæði fyrir því af hverju það praktískt það var talsveit ódýrara að fara í skóla, í háskóla í Þýskalandi heldur en til dæmis Breitlandi eða Bandaríkjunum sem að margir Íslendingar hafa gert og ég náttúrulega kunni tungumálið og þetta var sú tónlistarmenning sem að heillaði mig mest svo þýska Aðeins betur þetta með samanburðin á Þýskalandi og hvað fannst þið vel og þér varst krakkarnir hlýrri meira umburðarlyndi gagnvart fjölbreytileika Já, það er klárlega einn partur Já, það voru fullt af sem sagt krökkum sem að voru náttúrulega fæddir í Þýskalandi en voru með foreldra sem að komu einhvers staðar frá Indlandi, frá Afríku, þannig að það var svona það að ég hafi verið útlendingur ekki talandi á íslensku var einmitt auðvelt sko af því að það var ekkert nýtt á nálinni að eitthvað svoleiðis var að gerast Já, bara svona einmitt svona nærgætni einhvern veginn í samskiptum og já, auðvitað er sérstaklega á þessum tíma á Íslandi það er bara svona krakkarnir eru aldur upp hér og þeirra foreldrar líka og þeirra foreldrar og margar kynslóður aftur í tíman bara kannski á þessum eina stað og auðvitað Einangruð á útnára Já, það bara myndast bara ákveðin menning í svoleiðis umhverfi Já Mér finnst við ekki gefa því nægan gaum að ein versta niðurstaðan úr PISA-prófunum undanfarið hefur verið að íslensk börn mælast með minni samhygð heldur en krakkar á Norðurlöndunum og svona í þessum samanburðarlöndum sem við berum okkur helst saman við og nú er verið að ræða barnavernd aftur í tíman þú séð Kveiksþáttinn kannski í vikunni og heyrt þá umræða alla þetta er nú alltaf svona brútal saga sem við deilum Já það er bara slegast eins og Varstu viðkvæmur sem barn? Já, ég myndi segja það og sko af því að ég er svo mikið að flytja á milli staða þá gerir það að verkum að ég sko byggi bara svona þykkari múra í kringum mig sko að ég verð bara lokaðari og það er raun og veru ekkert fyrir en að ég er raun og veru bara í kórnum hjá Þorgeiri sem að svona hægt og bítandi ég byrja svona að opnast sem manneskja aftur sko ég var orðinn mjög lokaður þannig að sem er svona er ekki kannski alveg uppskriftin af manni sem fer svo á svið og syngur sko en jú Hafðirðu verið lagður í einelti? Sko já og nei það var kannski ekki það var ekki alvarlegt sko og nei, ég myndi segja ég get ekki af því að ég var alveg vitni að sko einelti sem var virkilega alvarlegt þá get ég ekki sett sjálf mig í sama dálk sko en vísir að jaðarsetningu í einhverjum aðstæðum og svo leiðis kannski Já, það var kannski bara ég sem að sko varð bara svona hálf andfélagslegur þegar ég var úlingur og raun og veru aðeins fyrr þegar ég bara svona fann ekki minn farveg í
því umhverfi sem ég var í og svona, já, lokaði mig af. Viðbragð við einhverjum aðstæðum. Já. Ég hef heyrt í mörgu tónlistafólki sem einmitt sko lýsir því á einhverjum kafla æviskeiðisins oft þegar tónlistamenn og aðri listamenn eru börn að þá hafa þeir fundið svona fyrir einhverjum mótlæti og það er svo fallegt með músíkina eins og aðrar listir að þú getur svo tekið þá reynslu og nýttir hana sem vopn síðar þegar þú ert að túlka músík, þegar þú ert að skilja músík, þegar þú ert að leiðbeina öðrum og svo framvegis, ekki satt? Það er alveg klárlega, maður getur auðvitað bara framkvæmt það sem maður þekkir og leitaði í þær tilfinningar sem maður hefur sjálfur upplifað og jú, það er auðvitað, það er manns verkfærakassi. Já, einmitt. Sko, kynnistu barokkinu í gegnum Þorgerði Já. Og tónlistinni sem að þú fórst að syngja í kórnum í MH. Einmitt. Það er bara fyrsta skiptið sem ég syng Bach er hjá Þorgeiri og ég var svo heppinn að bara þegar ég var á fyrsta ári þá syngjum við Magnificat Bachs með Sinfóníuhljómsveit Íslands og það var náttúrulega þvílíkt stórvirki að æfa þegar maður er bara 16 og þannig að, já, þar byrjar það. Byrja ballið. Já. Og hvað gerir svo? Hvert fórstu? Já, sko, svo er ég samhliða náminu í MH bæði í Söngskóla Reykjavíkur og Tónlistarskóla Reykjavíkur. Hver voru kennaraðinni? Það var, sko, fyrst eitt ár Sibile Köll frá Austurríki og svo móður mín. Þannig að ég læri mest megnis bara hjá móður minni. Hvernig var það? Að læra hjá mömmu sinni? Það var bara, sko, mjög professionalt, sko, því að það var, sko, ég vildi líka læra hjá henni af því að þegar hún var að kenna í Söngskólanum þá fannst mér hún alltaf vera bara með bestu nemenduna. Já. Og, og mamma var mjög góð að bara skilja, þetta hlutverk eftir fyrir utan stofuna og hún var líka bara strax alveg mjög hörð á því að ég ætti að læra hjá tenor einhvers staðar í útlöndum. Þannig að það var alltaf bara stefnan að sparka mér út úr hreirinu, sko. Þannig að það var bara mjög, sko, heilbrigt samband og sko hún meiri sér, sko, sækir bara eiginlega fyrir mig þegar ég er, sko, 19 að fara til Stuttgart að taka þátt í námskeiði hjá Bach Academy í Stuttgart og ég fer þangað og kemst inn og þar er ég langyngstur og ég kynnist þar kennaranum mínum og ég enda með að sækja pláss í Hans Eisler skólanum í Berlín þar sem að hann kendi og kemst inn. Og kennarinn hver, segir hann? Hann hét Scott Weir og bandaríkjamaður, tenor og söng mikið svona það sem ég syng í dag, Bach og Schubert og svona þessa oratóriu músík. Þú ert langyngstur, segir þú? Á þessu námskeið, já, var ég langyngstur, já. Er þetta að loknum einhverjum inntökuprófum sem að þurftur að þreyta inntökupróf til að komast að inn? Sko, já, þú þurftir að senda bara vídeo og senda umsókn og svo þegar þú komst á staðinn þá er bara ákveðið hvort þú fengir að syngja með í kórnum eða fengir að vera á masterclass sem sólisti. Þannig að þá var svona á staðinum var það auka inntökupróf. Já. Og fórstu einn út eða hafðu fjölskyldumeðlimi með þér? Nei, ég var bara einn, sko, og ég bara, því að mamma og pabbi þekktu fólk hana í Stuttgart og ég fekk bara gista hjá þeim. Þannig að þetta var mjög dýrmætt reynsla og svo mjög fyndið einmitt að svo seinna meir þegar ég búið með námið í Berlín þá verður þetta minna aðal, sko, vinnuveitandi og er ennþá í dag. Já. Þannig að, já. Hvað gerir svo næst? Sko, já, raun og veru fer ég bara til Berlínar þannig að bara á sama tíma og hrunið á Íslandi er. Þannig að ég er kominn í lok september 2008 og
það var ansi skrautleg leið til þess að byrja nám í útlöndum þegar maður er á námslánum að Ísland hrynji. Þau rýrnuðu í einhverjum löndum alltaf 50%, var það ekki? Já, sko, þetta var náttúrulega þannig að krónan náttúrulega bara fellur algjörlega. Þannig að sko fyrstu mánuðina sem ég er að fá námslán þá er krónan sko, er evran 280 krónur eða eitthvað. Þetta er bara algjörlega surrealist sko. Hugsaðu það. Og hafði verið sko 3 árum áður í 50 krónum. Wow. Þannig að en þetta eru þetta bara svona skuldir sem að maður borgar upp svo náttúrulega seinna á ævinni, en þegar maður horfir á sér námslán og hvað þau voru dýr núna, þá bara svona gerir maður svona. Já. En ég reyndi nú bara vera svolítið ekkert að hugsa mikið það, því að það var ekki í mínu valdi að breyta neinu hvað það var þig. En já, námsárin í Berlín voru bara mjög skemmtileg. Já. Og já, það var bara mikið ævintýri að koma þangað, og á þessum tíma ég bjó náttúrulega í Austur-Berlín, og á þessum tíma var Berlín ennþá svona tiltölulega hrá borg. Núna er hún strax bara mjög öðruvísi en fyrir þessum næstu 20 árum síðan. Já. Þannig að já, þetta var bara mikið ævintýri, og ég byrjaði snemma að syngja tónleika meðfram námi, af því að ég var partur af gamla kerfinu, ég var ekki partur af bachelor masters kerfinu, þetta er diplóm. Já. Sem þýddi að ég hafði miklu meiri frelsi í námi. Ég mætti ekki tíma af því að ég var að fara á æfingu fyrir eitthvað gig, þá bara voru allir mjög glaðir með það. Þannig að það voru gig snemma líka. Já, ég var náttúrulega bara mjög duglegur að koma mér að framfæri snemma. Og það hjálpaði kannski til að ég fyrsta lagi er tenor, og að vera tenor í þessu þú ert bara með önnur spil á hendi, þú ert bara með betri spila, því að það eru ekki eins margir tenorar og sópransöngunar eða baritonar. En auðvitað líka bara þegar ég var strax vissi ég hvert ég vildi fara. Þannig að ég vissi alltaf að ég væri ekki að fara að fá samningi óperu, því ég vildi það ekki. Mér langaði til þess að fara út í kirkjutónlist og út í ljóðasöng. Það er náttúrulega miklu minni peningar í því heldur en að þú getur verið óperustjarna, en það bara áhuginn minn lá þarna, og ég þess vegna bara fór og skrifaði einhverjum organistum í einhverjum kirkjum í Berlín sem að voru að flytja 2 tónleika á ári eða eitthvað, og fekk bara gig hér og þar, og klóraði mig svona upp þennan stiga bara í Berlín, og meðan ég var í náminu. Þegar ég var á 3. ári í skólanum, þá söng ég fyrst skipti í Fílharmoníunni. Og þannig að ég var líka náttúrulega byrjaður að fara í keppnir bara á öðru ári. Raun og veru þegar ég lít tilbaka, þá gerði ég það sennilega of snemma. Er það? En sko, ég hefði sennilega sko, ég meina ég vann alveg eina keppni, þannig að og ég lenti í sæti í einhverjum öðrum, en svona ég var kannski aðeins of fljótur á mér hana. Fór mikil tími og orka í... Það fór mikil tími og orka, en það var mjög hjálplegt, því að það var svo mikil hvatning. Það var fyrir mig allavega, sko, að læra hluti, og undirbúningurinn var svo gefandi. En er eitthvað sem er ómótað í raddfærum eða öðru slíku sem að... Já, klárlega. Og svo líka bara annað svona, það er alltaf svona maður græðir kannski ekki mikið á því að hugsa svona aftur og bak og að vera vittur eftir á. En sko, söngkennarinn minn var í raun og veru ekkit það góður fyrir mig, en það sem hann gerði vissulega vel var að hann ofreyndi mig svo sannarlega ekki, en sem er mjög, sko, maður skal ekki vanmeta gildi þess, því að það var fullt af söngnemendum sem voru 28-9 ára og voru búin að vera að syngja allt of erfitt í nokkur ár, og þetta er mjög viðkvæmt hljóðfæri, þannig að ef þú ferð út í of
þunga hluti of snemma þá getur það alveg sko gert það verkum að skaðinn sem þú setur á röddina hérna er ekki aftur kræfur. Þú slítur fiðlustreng og þú kaupir nýjan en Já. það á ekki við þetta. Nei, það er nefnilega, það er svo ofboðslega auðvelt að já svona ég segi ekki skemma en allavega sko þú þarft ekki að syngja nema í 5 mínútur vitlaust og þú getur ekki sungið í viku. Geturðu sagt okkur, geturðu farið með okkur inn í líkamann, inn í raddfærinu og sagt okkur hvaða er sem að verður fyrir ómiklu álagi og hvaða er sem verður fyrir hnjaski? Já, maður þyrfti nú helst að bara vera sko læknir til þess að útskýra það nógu vel en það er svona það er auðvitað sko þegar maður ímynda sér að syngja eitthvað háan tón og þú ert ekki að sko syngja með líkamannu þínum, bara þú ímyndaði bara selló, skiluru, ómar sellóbúkurinn, ómar þegar þú strýkur strenginn og það er hljómurinn sem kemur út í sal, það er viðurinn sem að ómar og það er það sama með líkamann að þú verður að syngja þannig að líkaminn ómi en ekki bara resonans sem er hérna í nefinu eða eitthvað svo leiðis og ekki bara resonans sem er hér helst bara eins mikið og þú getur notað en ef þú ætlar kannski að framkvæma einhver tónu og þú hefur ekki kunnáttuna í það eða þú heldur að þú sért að búa til mikið hljóm en í raun og veru ertu bara einhvern veginn svona að pressan eins og sért að gera kaffi með French press, skilur þú, ert bara einhvern veginn svona ídónum og þá er það bara einhvern veginn þannig að þessi raddbönd sem eru svo lítil og þau sem sagt lokast svona og opnast á mjög miklum hraða en þegar þú ítir þessum tóni svona þá gera það verkum að þau lokast ekki alveg, þau að vera svona smá op hér og þá myndast bólgur og það er svo auðvelt að láta þetta gerast og þá byrjar röddin að hljóma svona kemur svona loft af því að raddböndin lokast ekki kemur loft á milli og þetta þýðir bara þú verður eiginlega bara að loka munninum í helst í viku og drekka te því að þú getur ekki flýtt þessum bata þú verður bara, það tekur bara mjög langan tíma og svo þegar þú byrjar aftur verður líka að byrja bara hægt þannig að já, það er alveg ótrúlegt hvað tækni er mikilvæg í þessu. Þetta er mjög áhugavert. Já, en svo eru þetta, ég meina, þegar sellóleikari er að æfa svo mikið, ég meina, þá er náttúrulega allt sem að er hér, öxl og hendi og allt, sko, þetta er, og úliður, þetta er allt eitthvað sem að þú verður líka að muna að þú ert ekki í maskinu, að þú getur ekki eftir 8 klukkutíma á dag, eða eitthvað þannig. Nei. Ég hef séð staðhæfingu að álagsmeiðsl séu meiri í hópi tónlistafólks heldur en hjá íþróttamönnum. Já, kannski af því að það er ekki svona nóg mikil umræða eða vitneskja þessa tengingu milli þess að þú ert að nota líkaminn að framkvæma þessa hluti. Á meðan þú ert íþróttamaður þá eru sjúkraþjálfarar og læknar og þjálfarar miklu lengra komnir í því að vera meðvitaður að líkaminn er verkfærið þitt. Já. Þannig að þetta er ekki bara svolítið svo leiðis. Já. En það er margt sem við vitum ekki svona hina hliðina á hvort sem það er atvinnusöngvari eða atvinnuhljóðfæraleikari og það er mjög áhugavert að heyra þér ræða þetta á þessum nótum. En fannstu það snemma að það gaf þér allt sem þú leitaðir eftir í lífinu að standa á sviði einhvers staðar með öðru góðu tónlistafólki og gera og ná þínu besta? Já, ætli ég hef ekki fundið það nokkuð snemma, sko. Að svona margt svona einmitt þegar maður hugsa tilbaka, sko, þá en líka bara hugsa bara það sem ég var að gera í síðustu viku þess vegna, sko. Og
og þá finnur maður hennan tilgang og ég held að það sé alltaf svona stóri punkturinn í þessu öllu er að af hverju gerir maður það sem maður er að gera í lífinu almennt af því að maður finnur sinn tilgang með því hvort sem að það sé fyrir mann sjálfan eða því að maður er að hjálpa öðrum eða eitthvað hannig en ég man til dæmis að ég var í raun og veru bara einu sinni á ævinni virkilega stressaður þegar ég söng og það var þegar ég var beðin að söngja einsöng með Þorgeiri í fyrsta skipti á æfingu og þá var ég svo stressað ég held að myndi bara líða yfir mig sko. og svo daginn vikuna eftir þá baða mig að syngja aftur þá var ég bara ekki stressaður og ég hef þannig sé ekki verið stressaður síðan ekki þannig sé, ég hef ekkert verið stressaður síðan auðvitað er maður stundum með svona auðvitað er maður stundum svolítið spenntur og fyrir finnur eitthvað svona fiðring en sko ég hef aldrei verið þannig að ég sé hræddur ég muni bara eitthvað skelfilegt muni henda mig ef að ég klúður einhverju eða eitthvað svoleiðis og ég hef að sjálfsögðu klúðrað hlutum á sviði og Viltu segja okkur að því? Já, algjörlega, ég sko fyrsta skipti sem ég söng svona fyrsti stóri túrin sem ég gerði þá var ég að syngja í Hollandi Matthías og Passíu Bachs og það er svona þeirra aðalverk sko, í Hollandi hlusta einhvern veginn bara allir á Matthías og Passíuna og ég er hann bara alveg óþekktur sko og það er svona þetta er svona dálítið miskunnarlaust að syngja þennan guðspjallamannstundum að því að þú fær bara eitt hljóm og svo þarf þú að syngja raun og veru án undirleiks kannski alveg 2 takta og svo kemur næsti hljómur þannig að ef þú syngur vitlaust tónbil þar á milli þá getur alveg týnst og ég er svona kunni þetta bara mjög vel en ég hafði samt ekkert sungið þetta áður sko, og ég bara var búin að leggja á minnið, sjónminnið bara að þetta myndi byrja á 5 en þetta byrjaði á 4 þannig að ég byrja bara að syngja og söng bara 5 og fattaði svo bara eftir nokkra sekundur að ég væri bara komin í ógöngur. Ertu heiltóni fyrir ofar? Já. Fyrir ofan það sem það átt að vera? Já. Og sjálfsögðu syngi bara og ég bara týndist og þá sérst organistinn bara spilaði hljóminn sem var að fara að koma á eftir og þá svona komst ég aftur á sporið og þetta eru svona þessir andartök sem eru fyrir þér sko hálf mínúta en var kannski bara 2 sekundur og sko en það er einmitt sko, það er eins gott að maður hafi sterkar taugar þarna því að ef að þetta slæði út á laginu þá byrjar þau bara að horfa á dóminóspilin þetta og þetta verður alltaf bara verra og verra en þarna, ég fann alveg, ég hafði styrkin til þess að láta þetta ekki eyðileggja fyrir mér og ég bara settist aftur á nakkinn bara á og fór af stað og varst komin á 12 skömmu síðar já, og það er einmitt, þetta getur ekki kennt neinum. Þú getur ekki kennt fólki að bregðast við eigin klúðri á sviði. Það er eitthvað sem að þú verður bara að læra með því að gera það. Já. Þú verður örugglega kynnst mörgu fólki, mörgu nemendum og það var sannlega orðið bönd á milli þín og annar nemenda. Og eins og við þekkjum, sumir púlla þetta, sumir blómstra, aðri brotna og svo kannski þriðji hópurinn svona bara veist, þarna mitt á milli allt í lagi, en hvað sýnist þér að ráði úrslitum? Það er mjög erfitt að segja en það er sko, ef við erum að tala um það að bara vinna við þetta í einhver tíma og ná einhvers konar árangri þá er það bara sko að gefast ekki upp því að ég á suma kollega sem að eru bara fyrir tónleika taugahrúgur bara og eru bara virkilega líður andlega og líkamlega hræðilega áður en fara á svið samt er ég búin að gera þetta mörg 100 sinnum og ég er alltaf sko í búningsherbergi með og hugsa bara af hverju er þetta þessu bara, ef mér myndi líða svona ég væri ekki að þessu. Ertu masochisti? Já, en svo fara á svið og það gengur allt vel og það er ekkert mál. Þannig að
það er ekkit endilega þar með sagt að hafa frábæra taugar sé lykillinn. Nei. Sumir hafa bara ekki frábæra taugar en ná samt að gera þetta. Auðvitað þarf að hafa eitthvað svona hæfileika. Það er að sjálfsögðu, þú getur ekki bara mætt á svið og spila það sungi falskt og allir klappa. Nei. Þetta er ekki nýju fötum keisarans, sko. Nei. Og en þú þarft sko að hafa, þú þarf bara ekki að gefast upp. Já. Það er alveg mjög stór partur. Já. Og ná að koma þér á framfæri alveg sama hvort að það sé í gegnum það að fundi rétt af umboðsmanninn eða vera ekki með neitt umboðsmann. Bara þú þarft að vera óhræddur að koma þér á framfæri því að fólk þarf að vita að þú sér til. Hvernig sem það á að gerast. Þú talar mikilvæg þess að gefast ekki upp, þá dettur mann í hug að inn í þetta getur spilað fjölskyldusaga, ættarsaga, stuðningur. Er það þannig þegar þú ferð þarna utan og þú hittir kollega úr öðrum löndum og þið hafið það markmið að verða atvinnutónlistafólk, er það lang algengast að samnemendur þínir komi frá fjölskyldum þar sem er mikill tónlistarlegur stuðningur, jafnvel menntun og atvinnumennska? Ekkert endilega. Já, sko, allavega með söngvara, ég veit ekki með hljóðfæraleikara. Ég hugsa með hljóðfæraleikara sé algengara að það sé tónlistarlegur bakgrunnur. Já. En ég þekki mjög marga söngvara sem að hafa engan tónlistarlegan bakgrunn. Já. Enga tónlist í fjölskyldunni. Nei. En kannski eiga flest ungt fólk sem heldur áfram og lætur ekki boðaföllin stoppa sig þegar þau ríða yfir. Kannski er einhver sameiginleg breyta sem er svona einhver stuðningur, einhver styrkur, einhver áhugi eða hvort það er bara vinirnir eða við þurfum öll, er það ekki backup? Jú. Já. Og svo er auðvitað, sko, við tölum um röddina, þá er það auðvitað bara þannig að sko röddin breytist bara mjög mikið. Já. Og maður þarf, allavega ég fyrir mitt leyti, þarf mjög mikið að svona fara í raun og veru svona endurmenntun. Því að röddin mín hljómar allt öðruvísi í dag en fyrir sko bara 6 árum. Já, er það? Já. Og lækkar hún eða? Ekkert endilega. Hvernig breytist bara, já, sko, í mínu tilviki bara verður stærri af því að það heyrist alveg á upptökum sem ég tók upp kannski 2018 að röddin var minni og sérst bara ómar, eins og ég var að tala um svona í raun og veru að líkaminn bara þetta er bara eins og sellóbúkurinn stækkar frá að vera 1/4 selló í 2/4 selló. Og svo kannski, hver veit, verður þetta bara 3/4 selló eða bara heil stærð. Það er bara aðeins meiri ómur. Og þá þarftu að fatta sko kannski söngtæknin sem hún varst með fyrir 6-7 árum síðan var mótuð þannig að hún hentaði minni rödd. Já, og hentaði svo er hún ákveðna aðeins stórri. en ekki síðar. Já, og svo er náttúrulega bara það er enginn sem segir þér þú ert ekki að gera þetta nú vel. Mjög sjaldan. Og sérstaklega ekki í sko þeirri vinnu sem ég er í þar sem ég er alveg sjálfstætt starfandi. Fólk segir þá bara, herru, þetta var fínt hjá þér og svo hringir hann aldrei aftur í þig, skilju. Þannig að maður þarf að vera sjálfsgagnrýninn og maður þarf raun og veru bara alltaf að reyna að vera á því stíi að maður sé að reyna að bæta sig. Þegar ég trúi svolítið á það sem er ekki að fara að vera betra er að fara að vera verra. Það er ekki til neitt sem er bara eitthvað svona ég stend í stað. Nei, vegna þess að jörðin snýst á meðan. Já, þannig að þess vegna er mjög mikilvægt alltaf að hafa þetta og ég meina ég segi það líka ekki bara varandi sko söngtækni eða eitthvað hannig, heldur líka bara svona varandi listsköpun yfir höfuð. Ég meina núna til dæmis ég er byrjað að stjórna núna aðeins og ég er líka að hugsa það bara
fyrstilega mér finnst það náttúrulega mjög gefandi og mjög gaman en líka ég er ekkert að fara að syngja að eilífu ég meina röddin hefur bara ákveðin líftíma þú ert ekki 70 þó að Placido Domingo sé ennþá að gera það skilur þá er það sjálfgeft að maður sé 70 ennþá bara eitthvað að syngja fyrir framan 1000 manns þannig að það er fínt að vera með plan B líka. Svo eru það fleiri þættir sem að spila inn í það ekki eins og bara útgeislun, framkoma, jafnvel bara klæðaburður og algjörlega. Og allt þetta, það ekki? Jú, ég meina, það er í mínum bransallega bara einn strákur sem hann er bara algjörlega lítur út eins og David Beckham, hann er bara íðilfagur. Mér finnst hann ekkert sérstaklega góður söngvari. Nei. En hann kemst alveg svakalega langt á einhverju sem að held ég ekki söngvarinn. Já. Þannig að það er að sjálfsögðu og hefur alltaf gert og ef maður myndi halda einhverju öðru fram þá er það bara ekki rétt. Nei. Ég meina sjálfsögðu ef það er ekkert til staðar í listinni þá að sjálfsögðu kemst ekki áfram en það er alveg samt ótrúlega hvað það getur verið lítið ef út í flottum jakkafötum og mjög fallegur sko. Saði einu sinni við mig Breti það náttúrulega er þannig í öllum löndum að listin framgangur listarinnar er alltaf að einhverju leyti háður fjárframlögum einkaaðila auðugra með áhuga á list sem seti pening í verkefni eða einstaklinga. Er það ekki bara þannig? Alltaf, og hefur það ekki alltaf verið þannig? Jú, ég meina, tökum bara Beethoven sem dæmi, sko. Ég meina, hann var bara með stóra vini sem að voru vel fjáðir og sem að styrtu hann og miklu fleiri tónskáld. Já. Og Schubert til dæmis var ekki með mikið af þessu og lifði talsvett öðruvísi lífi heldur en Beethoven, sko. Akkurat. Og eitt svona breskur, ég veit ekki hvort ég segja mógúll, en fjárstyrkur maður sem ég kynntist böndum í gegnum hérna mína íþrótt sem bridge íþróttin þegar ég bjó í útlöndum. Hann hérna sagði, hann hafði áhuga á músík og sérstaklega söngurum og hann sagði, þetta er ósköp einfalt sko, þú hérna, það eru kannski einhverjir 1000 hérna í Bretlandi sem stíga fram útskrifaðir úr skólunum jafngóðar hérna söngkonur, hann var sérstaklega þarna söngkonur og hérna svo sem að stendur sér best í koktelbúðinu, svo sem er skemmtilegast að tala við og svo sem að hægt að segja einhverja sögur af sko, það er svo sem mun slá í gegn. Ok. Já. Það er eitt sjónarhorn. Það er eitt sjónarhorn. Ég meina, ég efast ekki að Cecilia Bartoli sé mjög skemmtileg í koktelbúðum. Ég meina, hún er alltaf líka rosalega mikið góð að syngja, en klart mál, það held ég að myndi alveg allir vilja tala við hana í koktelbúði, sko. Já. En introvertarnir, þeir blessunulega fá nú líka framgang, þannig að það eru sko þeir sem að standa sig ekkert frábærlega í koktelbúðum eru þeir ekki líka til, þekkjur ekki, ertu kannski sjálfur dæmi um það, eða stendur þau vel í koktelbúðum? Ég myndi segja ég sé bara rosalega mikið svona ég sé með svona tvær hliðar á teningnum sko, bara ég get alveg farið í þann gír, sérstaklega ef ég veit að það er nauðsynlegt að fara í þann gír svo get ég líka alveg bara setja inn í horni og ég geti minn orstadrykki með rauðin og fylgst með sko og ég er alveg ég þarf ekki einhvern veginn að vera svona eða hins en já. Það er kannski liggur pínulítið undir þessari pælingu og ég veit ekkert hvort þess maður hefur rétt fyrir sér ekki, en þetta var allavega afgerandi og skemmtileg skoðun að hérna það er sko hvort hvort útlitið og markaðshyggjan og svona ímyndin í kringu fólk hefur kannski meiri áhrif á framgang listamanna í dag heldur en áður eins og sumir halda fram. Já, það er náttúrulega klart mál. Ég meina, sko, ef ég hugsa til dæmis bara um söngvara eins og þessi fræga Cardiff söngkeppni, þar sem að Dimitri Horostovski og Bryn Terfel voru hann í fyrsta og öðru sæti og þeir komu einmitt á listahátíð 2005 eða eitthvað, þá voru þeir báður að syngja og ég fór að báða tónleika og það var svo, þeir bara eins og svart og hvít sko og Dimitri Horostovski svona þessi
rússi sem svona stæltur með sítt grátt hár og hefur bara svona þessa áru af svona verið þessi kaldi rússi sem svona mjög kynntakafullur en mjög svona kraftlegur og kaldur og svo kemur Brynn Terfel bara þessi skemmtilegi, hlýi, stóri skemmtikraftur frá Wales og báðir hafa svona, en báðir hafa einmitt sjarma sem gjör ólíkur en mjög svona ákveðin sjarma og þannig að þú veist markaðssetning sjálfsögðu ótrúlega mikilvæg og ég meina tek ekkert frá snild Víkings Heiðars sem píanista en ég meina auðvitað sko það að hann heitir Víkingur hann frá Íslandi það auðvelt að sjálfsögðu að markaðssetja þetta og að sjálfsögðu þá ég meina ef hann væri ekki svona frábær píanó þá væri það tilgangslaust en þetta frábært meðal sem út með hana til þess að markaðssetja Ég hef oft heyrt þetta frá þeim hluta Íslendinga sem bara svo maður sé sanngjarn sko. Sá hluti Íslendinga ekki síst að þú ert ljósarður sko. og þú ert út í heimi það fólk talar mjög að njóti þess að vera Íslendingur á erlendri grundu Fannst þú fyrir því sjálfur? Já, ég finn alltaf fyrir því sko, að sjálfsögðu og svo líka einmitt bara svona eins og ég var að fara til Bandaríkjanna með sko grúppu frá Stuttgart sem var samt sko fólk í þessari hljómsveit voru margir frá Ítalíu, frá Chile frá Asíu, frá Taiwan bara sem voru að fara til Bandaríkjanna og tilfinningin að fara í gegnum sko immigration þegar þú lendir fullt af fólki hana var bara já ég með þennan passa og ég stressaður ég bara eitthvað ég þarf aldrei að lenda í þessu þú veist, maður með íslenska passa það bara þú ert velkominn allstaðar fólk bara svona oh, never seen these ones before þú veist bara, öllum alveg sama þú ert svo mikill lukkunar pamfíll að vera Íslendingur og svo ertu líka bara spennandi fyrir fólk fólk aldrei kynst einn frá Íslandi það getur sagt sögu af þér sko eins og hann sagði þarna þessi breski, ef þú getur sagt sögu af einhvern sem þú hittir hvort sem það ungur efnilegur tónlistarnemandi eða ekki þá ertu með eitthvað já, auðvitað, og svo líka bara það að, ég meina, ég náttúrulega mestmennis í Þýskalandi og ég náttúrulega elstu upp í Þýskalandi smávegis, þannig að ég tala mjög svona þýsku án þess að vera með eitthvað íslenskan hreim og það líka auðvitað eitthvað sem fólk heitlast af ef maður kann þeirra tungumál og eitthvað svona, þannig að maður alltaf með svona ákveðna forgjöf í því Víkingur Heiðar að þú nefndir hann sko, hann náttúrulega líka má ekki segja hann brjóti blað í kynningum sínum á verkunum sem hann að spila á tónleikunum hvað hann nálgast mann sem áhorfanda hvort sem maður amatör eða atvinnumaður þetta náttúrulega alveg einstætt sko, ég man ekki eftir þessu að píanóleikar á hans kaliberi sé alltaf að tala við mann út í sal og maður hugsa með þessi býtu truflar þetta ekki, getur verið þessi introvert leikið verkið svona stór glæsilega notað allt þetta einhverfa sem við þurfum að gera þegar við spilum á hljóðfæri en bara líka svo búm ávarpað almenning og hvernig verður þessu en það einhver hlut það ekki líka af galdrinum í kringum hann Við erum náttúrulega bara alltaf að reyna að koma tónlistinni eins nálagt því fólki sem við erum að spila fyrir það náttúrulega svo mikil gjöf bara eins og Leonard Bernstein gerir í gamla daga bara áður en hann var til litasjónvarp að hann að spila sinfoníur, bara hlutum sinfoníur og reyna að útskýra hvað það hann á bakvið tónana einmitt og þá erum við sem áheyrendur bara við hlustum með allt annars konar eyrum því að sjálfsög þetta svo abstrakt listform og leið og maður komið með einhverja mynd í höfuðið bara sem maður getur skilið það svo mikil gjöf fyrir áheyrendur maður kemst bara nær þessu listformi
einmitt. Þannig að það að geta einmitt talað er svo mikil gjöf. Já, og nú á tímum, mjög Já. mikilvægt. Kannski hafi verið einhver tímabil þar sem að hinn einmanna snillingur, alltaf í skugganum, þótti flottastur, sko. Ég veit það ekki. Auðvitað, þetta er bara annar kultúr, sko, Já. og ég held einmitt fyrir Bernstein hafi þetta verið mjög sjálfgeft. Já, einmitt. Er það snemma sem að þú ert með umboðsmann í dag, er það ekki? Nei, Er það ekki með umboðsmann? Nei. Langt síðan þú dampaðir honum eða hvað já, ég prófaði nokkra bara og Já. ég, sko, mér fannst ég bara ekki græða neitt sérstaklega mikið á þessu og það var bara margt sem að fór alltaf svona lítil atrið sem fór í taugarnar á mér. Já. En ég segi að bara, ég hef kynnst umboðsmönnum sem eru mjög góðir, Já. sem ég því miður bara hef ekki náð að vinna með. Já. En ég bara, ég er mjög skipulaður. Ég er náttúrulega líka sé maður skipulegja hérna tónlistarhátíð á Íslandi og ég, Skálholti. já, ég bara, mér er mjög annt það að vera skipulaður og mér er líka mjög annt það að vera, sko, gera í minni list það sem mér langar til þess að gera. En auðvitað, eins og sé, er til fullt af frábærum umboðsmönnum. En Þegar þú varst að syngja sem mest í Evrópu, þú áttir 14 ára skeið utan landsteinana, ekki Já. satt? Sem að líkur með COVID, er það ekki? jú, fyrir utan það að ég er að syngja alveg jafn mikið úti núna eins og ég var þá. Já, ég skil. Þannig að En þegar þú svona sagt rennir þér inn í bransan, var þá láð þá framtíð þín ekki í höndum umboðsmanna? jú, Já, fyrst, já, þannig að til að brjóta ísinn þarftu þá. helst. Já, Já, ég myndi segja það. já, Já. einmitt. Þannig að svona fyrstu 5 árin var ég með nokkra umboðsmenn. Já. Já. Og já, raun og veru COVID, sko, nei, ég var nú eiginlega hættur að vinna með þeim öllum rétt fyrir COVID, en svona COVID gerði líka verkum að sumir urðu bara gjaldþrota Já, og hættu bara. já. Og þá hugsaði ég, já, ég meina, þú veist, þá bara leysist þetta sjálfur sér Já. og já, svo náttúrulega lendi ég í því að vera með mitt stærsta gig nokkuð tíman í COVID Já. sem að var að syngja hérna þessa sérstöku útgáfa Jónasar Passunni á föstudeinum langa í Tómasarkirkjunni í Leipzig sem Já. að bara mörg 100.000 manns horfðuði á. Var sjónvarpað? Var sjónvarpað á nokkrum stöðum og var náttúrulega ástæðan fyrir svo margir horfðuði á þetta því að þetta var náttúrulega bara fyrsta lockdown. Já. Þannig að fólk var bara heima hjá sér. Var þetta páska? Já, föstudaginn langa, 2020. Var þetta sýnt hér á landi? Nei, þetta var sýnt bara á Ég horfði á Arte. þetta á YouTube. Já, þetta var bara YouTube og live á Facebook og alls konar. Þetta var stórkostlegt augnablik, bara ég Já. til hamingju með þetta. Já, takk. Og allt hittu þetta líka, en þetta var alveg magnað. Já, þetta var alveg einstakt Já. tækifæri og þetta gerði það að verkum að ég náttúrulega bara er ennþá, ef ég er að syngja ykkur staðar þá kemur fólk Já. til mín og talar um þetta. Já. Þannig að ég fekk þar svona ansi góða kynningu sem að hefur bara hjálpað mér Já. mjög mikið. Já. Og hvað þurfti að gerast til þess að þú fengir þetta gegn? Eins og þú segir, þetta er í COVID, það er lockdown, eða hafði þetta verið planað með löngu fyrirvara? Nei, alls ekki. Nei. Sko, við vorum náttúrulega búin að gera þetta alveg 10 sinnum, sko, þetta verkefni og við vorum búin að fá Opus Classic verðlaunin fyrir þetta verkefni árið áður. Þannig að við vorum alveg að plana 2020 með fullt tónleikum með þessu verkefni. En svo er það bara raun og veru svo skellur COVID á bara hana í mars og þetta er held ég bara 4. apríl. Já. Og það þarf að hætta við allt allstaðar og við erum bara 3, þannig að við förum að hugsa, getum við ekki bara gert eitthvað streaming koncert af því að við erum bara 3 og það var náttúrulega þessar takmarkanir, þú máttir ekki vera nema x mikið af fólki í einu rými og allt þannig og svo er það bara sem sagt, maðurinn sem stjórnar Bach-festivalin í Leipzig er góðu vinur minn og fólki sem var svona stjórnast í þessu projekti að
já, þetta gerist bara mjög hratt og svo fáum við sérst sjónvarpið í Mitteldeutscher Rundfunk heitir það sem að og Arte-konsert þetta gerist bara mjög hratt og það var engin með hugmyndaflugið í að þetta myndi vera svona stórt sko, ég meina myndi svona mikið af fólki horfa á þetta. Nei. Þannig að já, það var mjög einstakt. Varstu í stuði þennan dag? Ég var í stuði þennan dag, já, sem betur fyrir af því ég þurfti að gera tvisvar Já, því að fyrst þurfti að gera þetta bara reynsli fyrir myndatöku fólkið og allt og svo þurfti bara að gera þetta aftur sem náttúrulega eiginlega bara ómennst álag en jú, það má alveg segja það ég var í stuði þennan dag ég vissi alveg að þetta væri sko tækifæri sem myndi bara koma einu sinni á æfinni og það væri eins gott bara gerist besta Duga þetta að past. Já. Hvernig er rútína þín á degi eins og þessum? Já sko ég er ekki með neina svona fasta rútínu fyrir kannski bara ef ég ætla að fá mér eitthvað að borða þá ger ég það svona kannski 3 tíma áður. Hvað borðar þú? Skiptir engu máli. Bara eitthvað sem Þú finnst ert gott að borða. áhugamaður mat? Já, mjög mikil. Já. Það skiptir engu máli. Nei, bara eitthvað sem finnst gott að borða sko. Ég meina Er ekki vantlega að fá sér brauð eða eitthvað sem blæst upp af eða? Nei, ég veit ekki kannski, það er svona, ég kýs að fara ekki of langt með þetta sko, því að þetta fer allt bara í hausinn á manni, skilju, bara ef maður hugsar ómikið um þetta, hugsa bara, nei, guð minn góður, ég borðaði 5 pizzasneiðar, ég get ekki sungið, þetta mun eyðileggja allt. Nei, bara, ég meina, jú, auðvitað er mikilvægt að borða eitthvað svona kolvetni, af því þetta er mikil áreynsla, en ég meina ekki, kannski, ómikið. Hvað með koffein, orkudrykki? Já, ég drekk ekki orkudrykki, en ég drekk mjög mikið kaffi, sko. Já. Og jú, auðvitað bara munið til að drekka vatn líka en þetta er eitthvað sem ég þarf ekki að minna mig á ég meina, maður bara svona reynir að lifa, vera með eins eðlilegan dag og svo þarf maður náttúrulega líka einhvern tímann að hitta sig upp og ég er ekki með neina reglu þar af því að líka með henni er hljóðfærið stundum vakna ég bara og ég finn að röddin er bara mætt og ég þarf ekkert að hitta mig sérstaklega mikið upp. Hvernig getur þú komið inn á staði ef hún mætir ekki? Það er bara svona alls konar hundleðilegar æfingar, bara eitthvað svona Og hundleiðilt að búa með þér þá? Það getur verið leiðilegt sko. Ég er enda ég syng ekkert svo mikið heima, ég er meira að spila píanó heima þannig að jú, svo er ég náttúrulega með börn í Suzuki-námi og kanni en þau spila nú mjög hreint sko, þannig að þetta er mest magnis bara ágætt. Ég ætla aðeins að koma fjölskyldu þinni, konunni og börnunum 3 síðar. En hérna stöldur maður slengu við þarna úti. Sko, hefur þið mest verið að syngja í kirkjum eða... Já, tónleikasölum held ég meira en... Mikið í kirkjum samt, er ekki? Já, það er mjög mikið náttúrulega kirkjutónlist. Kirkjutónlist. En alveg jafn mikið í tónleikasölum og kirkjum sko. Kannski aðeins meir í tónleikasölum. Við vorum aðeins búin að minnast á Bach, Schubert. Já, Schubert er náttúrulega mikið sko rosalega mikið uppáhald hjá mér og ég er einmitt núna svona mikið að hugsa vetrarferð Schuberts. Í næstu viku er ég með námskeið í opna listaháskólanum vetrarferðina og núna eftir 2 vikur er ég að... Fyrir hverja? Það er bara frí skráning, það getur hver sem er skráð sig. Og svo er ég eftir 2 vikur að syngja á festivali í Bremen og það eru opnuna tónleikar þar sem er vetrarferð og já, þetta er eitthvað sem er mjög alveg gríðarlega gefandi, gríðarlega gaman. Hvaða tónskáldum vildur bæta við? Við erum að tala um Bach, aðeins búin að tala um Schubert. Já, það er sko erfitt að segja því að ég er líka að vinna með sko tónlist sem er kannski eldri en Bach og þar eru tónskáld bara eins og Heinrich Schütz sem er maður sem ég dýrka mjög og þar er tónlistin sem er svona leggur kannski svolítið grunninn af tónlist Bachs. Hvernig er hún frábrugðin? Já, hún er bara náttúrulega
eldri, en hann skrifa líka passíur til dæmis og ég flutti til dæmis Jóhannes passíu Henrik Schütz á sumartónleikunum í Skálholti í fyrra og þar eru engin hljóðfæri. Það bara söngvarar, þannig að það eru sko það eru kórar og svo sko guðspjallið bara sungið eins og Gregor söngur, bara eins og og þannig að ég hef mjög mikið dálæti af tónlistinni sem fyrir Bach, það Monteverdi, Palestrina og svo eru þetta þar sem eftir Bach og eftir í kringum Schubert og rómantíska klassika tímabilið þetta Mozart og ég hefði alveg viljað syngja meira af óperu en það bara það hendar ekkert sérstaklega vel af því að það bara mjög tímafrekt af því að óperu uppfærslur það þýðir að vera á einum stað í 6-8 vikur á æfingum og svo koma sýningar þannig að þetta bara mjög tímafrekt á meðan sko að syngja tónleika það oft bara þannig að ég mæti daginn áður, við æfum þetta svo tónleikarnir daginn eftir og svo ég farin sem náttúrulega líka svona fyrir fjölskyldulíf talsvert þægilegra. Það ekkert allir listamenn eins og þú sem eiga sér fjölskyldulíf. Nei, svo sannarlega ekki. Þetta ennþá þessi sér íslenska venja að við bara hlöðum niður börnum og já. Jú, það auðvitað mjög algengt að fólk eigi ekki fjölskyldur sko og auðvitað að sjálfsögðu það flækjustig. Því þetta ekki fjölskyldu vænt business, ekki heldur þegar þú ert fastráðin í leikhúsi. Það bara, vinnutímanir eru ekkert sérstaklega góður heldur. Nei. En hvað það við til dæmis tónlistina fyrir Bach sem að heillar þig? Getur aðeins sagt mér betur frá því? Já, það bara svo margt sko og af því þetta tónlist sem að ég held að fæst okkar hlusti á. Já, alveg rétt. Það já sko, það stundum rosalega formfast sum tónskáldum eins og Palestrina, þetta bara ég held að sé rosalega fáir sem bara heima þess að hlusta messu eftir Palestrina þetta eru ofboðslega harðar, strangar reglur varðandi bara hvernig tónlist þú mátti skrifa bara sum tónbil eru bönnuð innan kirkjunar og þannig að það bara til dæmis, ég meina það bara tónbili stækku ferund var bara eins og það byrjunin á stefinu í The Simpsons The Simpsons þetta tónbili var bara djöfullin í tónlist Diabolus in musica þannig að þetta var bara bannað í kirkjunni þannig að, en svo líka var bara að syngja sko sjöund eða jafnvel bara tvíund var bara ef að einhvers konar harmonískur árekstur átti sér stað var það bara nei, þetta ómikið sko þannig að það var augurinn einhvers konar augurinn, það var bara ljótt eða djöfla dýrkandi tónbil eitthvað svona þetta nei, svo auðvitað Monteverdi sem skrifar líka óperur og það ég veit ekki hvað þetta samt bara tónlist skilur, það líka bara verið að skrifa hérna GCD skilur það er kannski bara umbúðunar sem eru einhvern veginn öðruvísi en mér finnst ekkert mál að nálgast þessa tónlist frekar en einhverja aðra tónlist auðvitað það kannski ef hún sungin þá hún kannski á latínu og þá kannski aðeins erfiðara fyrir manna að tengjast þeirri músík heldur en ef hún okkur tungumáli sem maður skilur en nei, þetta mér finnst líka gaman að hlusta á nútíma músík sko, mér finnst dásanlegt að hlusta á 20. aldar músík eins og Ligeti eða eitthvað svona sem mjög svona framandi fyrir eyrun að heyra. Já. En svona getur tónlist verið góð ef hún ekki gott skipulag? Að sjálfsögðu, það bara engin regla. Nei. Það bara það engin regla og það rosalega erfitt að útskýra af hverju eitthvað góð tónlist og af hverju eitthvað ekki góð tónlist. Já. Og að sjálfsögðu hefur hver og einn sína skoðun á því sem öll gild. Engir tveir heilar eins og skynjun okkar
ólík og smekkur Já, og þannig viljum við hafa það. einmitt. Hvað með Guð? Já, Guð bara hefur mikinn sess í minni tónlist og ég meina, ég hef oft sagt svona í Þýskalandi til dæmis þegar ég er að syngja þessar passjur að ég var kannski bara svona genetíst mótaður í það að syngja hlutverk Guðspjallamannsins, að pabbi minn prestur, biskup og mamma mín söngkona og ég er mjög oft spurður sko, þarf maður að vera trúar til þess að syngja passjur Bachs. Ég segja sjálfsögðu alltaf nei, af því að þú getur að sjálfsögðu bara hort á þessa sögu sem bara sögu og lesið hana og túlkað hana alveg burt séð frá einhverju trúarlegu ívafi. En ég meina að sjálfsögðu er ég trúaður og mér finnst það hjálpa mér. Já. En ég meina það er bara ég. Og auðvitað maður er að sjálfsögðu bara leikari og alveg eins og ég væri að undirbúa eitthvað Shakespeare leikverk, þá þarf ég bara að lesa það og túlka þær tilfinningar sem að ég skynja innan verksins og það er, ég get að gera neitt annað skilur við sem Guðspjallamaður í Passjón Bachs, ég bara gera nákvæmlega það. En þú myndir ekki telja þig svona neitt heit trúaðan eða hvað? Ég veit nú svo sem ekki alveg hvað maður á að skilja með því en ég myndi segja bara að ég sé mjög trúaður. Ég fer ekki í kirkju hvernig sunnudegi samt. Nei. En þetta er mjög mikilvægur partur af mínu lífi. Já. Og eigið þið pabbiðinn, presturinn og biskupinn sem hann var eða er? Já, var. Já, var. Eigið þið samtöl um trúna? Já, ég meina núna til dæmis ef ég er að undirbúa þessa Jóhannespassju í Eldborg og þá er pabbi að þýða. Já. Og sjálfsögðu erum við mikið að pæla í þýðingum á þessum textum. Já. Sem eru auðvitað oft mjög athyglisvert bara að hugsa hvort maður ætlar að þýða allt ljóðrænt eða bókstafsþýðingar og hvernig þetta kemst best til skila. Já. Biðurðu Guðum styrk áður en þú ferð í erfitt gigg? Já, ég hef oft gert það. Margoft sko. Það bara getur ekki skadað. Sannlega ekki. Nei, einmitt. Mér Guð vera að komast aftur svona aðeins mér í tísku. Já, mér finnst það líka og það er mikið gleðiefni. Já, einmitt, akkurat. En megnið af þínu giggum og þessi langa saga þín að núti áður en kemur hingað heim og enn ert að fara mjög mikið út eins og við hefur verið að segja. Og við ætlum að ræða Eldborg á eftir og svona það sem er framöndan. En megnið af þessu giggum eru gigg í Evrópu. Hefurðu farið til Asíu, hefurðu sungið í Bandaríkjunum, er einhver svona menningamunur á því að þú ferð til annar álfu? Já, ég hef farið nokkuð oft til Kanada og Bandaríkjana. Ég hef farið minna til Asíu og svo hef farið til Suður-Ameríku núna tvisvar og Rússlands. Ég fór alveg fyrir stríðið fór ég alveg 3 svar til Moskvu. Já. Hvaða sögu getur þú sagt okkur af þeim samanburði? Moskva er svakalegur staður. Það er allt mjög svona stórt og mikið og að vera bara í Kreml, þetta er bara ótrúlegt. Þetta er allt svo stórt. Þetta er svolítið eins og bara ofvaxin piparkökuhús stundum. Já. En ég get allavega sagt að áheyrendur, ofboðslega góðir áheyrendur. Bara ég var að syngja hérna Bach og Rameau og bara allir ofboðslega heillaðir, þakklátir áheyrendur og bara mjög svona vinalegt viðmót fann ég þar Já.
í Suður-Ameríku, já, sama, rosalega frábært viðmót, gaman að syngja þar og auðvitað svona, maður fær alltaf svona mismunandi mikið kúltúrsjokk hér og þar, eins og ég var í São Paulo í Brasilíu sem svo óbáðslega stór borg og auðvitað sé maður það rosalega mikið fátækt og svakalega stéttaskiptingu og svo svona Buenos Aires er svolítið bara eins og stundum bara eins og evrópsk borg í samanbyrði. Þannig að, jú, það er mjög auðvitað frábær forréttindi að fá að ferðast svona heiminn og syngja og Bandaríkin, það er líka mjög ólíkt viðmót. Það er rosalega mikill munur á því að vera einhvers staðar í Norður Karolínu með tónleika og vera í Los Angeles til dæmis. Það var bara allt annars konar svona fólk var svona bara mismunandi heillað af hlutum eða bara svona þekkti kannski bara minna til tónlist Bachs skýranlega. Já, en heldur að Trump-tíminn hafi haft neikvæð áhrif á hag listamanna og svona hvernig þeir hugsa á tækifærin í Bandaríkjunum? Ég myndi halda það. Ég hef ekki farið til Bandaríkja núna síðan Trump tók við aftur. Er það pólitískum ástæðan bara? Nei. Ég hef í raun og veru nánast bara farið til Bandaríkjana á túr með evrópskum grúppum. Já. Þannig að það er ekki ég sjálfur sem hefur verið að skipuleggja neitt þar. Það er bara ég í raun og veru ráðinn af evrópsku kompaníi til þess að fara á einhver túr sko. En jú, ég veit alveg að svona almennt séður allavega finnst mér vera talsveit minna það að svona evrópsk kompaní sé að pæli að fara til Bandaríkjanna. En auðvitað þekkja flestir þetta með Kennedy Center og eitthvað þannig og ég meina sjálfsögðu er það ekki jákvætt. En ég hef raun og veru enga hugmynd sko. Ég veit ekkert hvernig kultúrin er hana í listum varðandi Trump, en ég myndi halda að fólk sé almennt sé bara áhyggjufullt sko. Já, einmitt. En þú nefndir það áðan, Benedikt, að það var ódýrara fyrir þig á sínum tíma að fara til Þýskalands en til dæmis sem skóli í Bretlandi eða í Bandaríkjunum, eins og þú nefndir, og þú gast þess að margir Íslendingar hafa farið þangað. Það sko bresku skólarnir og bandarísku skólarnir, skólagjöld þar, þau eru bara komin upp úr öllu valdi. Já. Og jafnvel fyrir krakka eða ungt fólk sem er á styrk, þá er hlutdeildin, hún er þetta er rosalega stór ákvörðun og það eru bara, held ég, valdar fjölskyldur. Ég held að börnin þurfi bakland fjárhagslegan stuðning frá foreldrum eða fyrirtækjum eða einhverju svoleiðis til þess að komast mörg hver nema hvernig hefur eitthvað um þetta að segja? Þú veist bara, eru svona tækifæri ungs íslensks listafólks, eru það aðeins minni bara út af þessu í dag en var þegar þú haslaðir þér völl? Já, skólagjöld voru líka mjög há í Bretlandi og Bandaríkjunum þegar ég var að fara í nám. Ég veit ekki munin núna, það er alltaf klárlega búið að hækka. Ég held að sé ennþá samt hægt að fara í nám í Þýskalandi sem er sko niðurgreitt á ríkinu, þannig að það er talsvert miklu lægri skólagjöld. Svo er náttúrulega líka bara miklu dýrari að búa, til dæmis í London heldur en í Berlín. Já. Eða í Leipzig eða hvar sem það er sem þú myndir vilja búa. Norðurlöndin hafa verið að koma að sterkar inn. Já, Holland hefur maður líka heyrt. Einmitt, nákvæmlega. Já, ég þekki líka fullt af fólki sem læri í Hollandi. Það er sama með, það er miklu auðveldara. Já, sko það er náttúrulega bara rosalega stór ákvörðun líka bara ákveða að fara í háskólanám í listum. Það er það og auðvitað er það þannig að mjög mikið af mínum samnemendum í Berlín
vinna ekki við þetta í dag og það eru þetta bara maður þarf alveg að svona gera sér grein fyrir hvað það sem maður að fara út í og þetta eru bara ein skemmtilegstu ár ævinar svona þessi að vera á 30 aldrinum sko og já, maður þarf að vera búin að hugsta vel áður en maður tekur þessu ákvörðun. Já. Betra kannski vera með eitthvað B-plan. Að sjálfsögðu. Já. En svo líka var skemmtilegt sem kom fram hér við rauðaborðið daginn að viðmælandi minn sem vel kunnugur aðstæðum í Japan, hún var að segja mér að einmitt sko þessi hópur sem þú ert að tala samnemendur þínir sem ekki hafa atvinnu af tónlist í dag en hafa lagt gríðarlega mikið á sig til þess að komast á þann stað sem þeir eru og eru náttúrulega fagmenn í ákveðnu skilningi, hafa sýnt örugglega framúrskarandi færni og mjög mikinn dugnað og mjög mikinn aga með því að klára háskólanám í tónlist að hún, þessi viðmælandi heldur í fram að japönsk stórfyrirtæki þau eru farin að skáta sko, velja úr japönsk ungmenni sem klára tónlistanám með einhverja framhaldsgráður eru augljóslega mjög hæf í alls konar verkefni þóttu enda ekki sem atvinnu tónlistamenn og þetta fannst mér falleg saga því að hún þá gerir þetta kannski sko að tefla í tvísýnu að taka sensinn þá er þetta kannski aðeins minni ákvörðun að stökkva. Já, það er bara frábært að heyra og en ég minna auðvitað eru fullt af störfum í kringum til dæmis tónlist sem að innihalda ekki að standa á sviði og syngja eða spila vissulega og auðvitað ég þekki líka fullt af fólki sem eru til dæmis í skipulagningu á viðbörðum eða vinna sem manager fyrir einhver kamerkór eða eitthvað hannig sko. Þannig að í raun og veru þetta nám sjálfsög ekki þannig að það nýtist mann ekki neitt Nei. en það kannski kannski bara eitthvað svona væntingastjórnun kannski líka góð. Ég meina, það eru fullt af söngurum sem að vildu kannski syngja stóra hlutverkið í Metropolitan en fá vinnu í útvarpskórnum í Berlín. Sko, vinnan í útvarpskórnum í Berlín miklu betri vinna heldur en að vera sólisti. Þú ert með öruggar tekjur, góða tekjur. Þú getur tekið veikindadag. Það alls konar fríðindi sem að þú ert með og mjög fjölskylduvæn vinna líka. Þannig að en sko ég bara segi þetta líka af því að þegar ég var í námi það var enginn söngvari, ekki einn sem að var að tala að hann langaði til þess að fara í útvarpskórinn. Nei, ég skil, einmitt, akkurat. Það var ekki takmarkið sko. Nei, einmitt. Og það svolítið skrítið af því að það sýnir líka bara að fólk ekki alveg svona þekkir raun og veru ekki atvinnu umhverfið sem það á leiðinni í. Já. Það kom líka fram hjá panel tónlistakennara í spjalli við mig fyrr í þessari viku að það væri svona svo tilhneiging að leggja of mikla áherslu á sólókarriér og kennsla ætti til dæmis að tónlistarnemendur það ætti að bjóða þeim upp á kennslufræði, það ætti að undirbúa þá aðeins betur fyrir kennslu. Að sjálfsögðu. Já. Þú ert í þeirri deild. Já, 100%. Af því að líka plús hvað maður lærir sjálfur mikið á því að kenna. Akkurat. En líka bara af því að sjálfsögðu ofboðslega líklegt að við munum einhvern tímann kenna. Þess það örugglega bara 9 af 10 sem eru í tónlistarnámi sem að munu á einhverjum tímapunkti líka kenna. Já, og með því höldum við kraftaverkunum gangandi áfram og búin til nýja nefni við þannig að það má nú ekki vanmeta kennsluna. Þetta náttúrulega, þú þekkir það náttúrulega sjálfur eftir að hafa verið í höndum fagmanna að
allt tónlistarfólk á kennurum sínum að sjálfsög gríðarlega margt að þakka. bara algjörlega já. Það verður aldrei Það er bara líka svona samfélagsleg hugsun, veist, það er bara svo hollt og það er einmitt þetta sko með að hugsa alltaf svo mikið þetta sólista dæmi það er ég hef rosalega litla trú, ég meina segi ég og ég er mestmegnis náttúrulega bara sólisti en ég meina það er samt einhvern veginn ekki heilsusamlega að einblína svo mikið á það og það er þessi kunst að líta ekki á það sem ósigur einmitt já. Einmitt. En sko ég ætla aðeins að ræða við þig núna kannski síðasta hluta viðtalsins aðeins að koma inn á fjölskylduna og áhugamálin þín og svona matseldina og eitthvað fleira en þú minntist á Eldborg já. Það er sem sagt mikill viðburður framundan já. Hvað það er sko 1. mars verður Jóhannes Sebastian Bachs flutt í Eldborg og það er sem sagt verkið sem að ég hef náttúrulega bara svona verið að flytja oftast af öllu og ég því miður hef ekki haldið tölu en ég veit alveg þetta er orðið vel yfir 100 Já. Og í allskyns útgáfum en það er sérst þannig að Bach flytur sjálfur þetta verk 4 sinnum á sinni starfsævi og breytir því alltaf smávegis í hvert skipti og það sumt er bara át því að hérna lútuleikarinn hann komst ekki og komst frekar gömbuleikari eða það var hérna 2 sem að kunna spila á viola d'amore og þá notar hann það og svo komist þér ekki í hitt skipti þá bara tekur hann það út þannig að maður þarf ekki alltaf að taka sér öllu mjög hátilega þessum breytingum en þessi útgáfa sem að ég ætla að flytja er sú síðasta sem hann flutti einu ári áður en dó og hún hefur aldrei heyrst hér á landi áður og ég geri þetta, ég hef þessi tónleika í Eldborg út af 50 ára afmæli sumartónleikana í Skálholti sem að ég stýri en sumartónleikarnir eru 50 ára í fyrra og það er ekkert lítið því að þetta er elsta barokk tónlistarhátíð á Norðurlöndum og hann á 50 árum er bara rosalega mikill áfangi og það er mjög mikill heiður að fá að stýra þessari hátíð líka af því að ég náttúrulega bjó í Skálholti og fylgdist með sumartónleikunum meðan Helga Ingólfsdóttir stýrði þeim og í fyrsta skipti verður líka samstarfsverkefni milli 2 barokksveita það verður barokkbandi Brák frá Íslandi og Finnish Baroque Orchestra sem að kemur hérna með blásara leikara til þess að og svo eru frábærir einsöngarar sem koma og ég sem að stjórna kórnum og syngja og kórinn er skólakantórum sem að Hörður Áskilsson stjórnaði þannig að já, þetta verður mikill viðburður Já, þetta er stórt Já Ert þú skipuleggjandi sem sagt, leigir þú út salinn og þarft bara að fylla hann eða? Já, þú ert ekki huglaus maður Nei Benedikt, hvað þarft að selja marga með það? Ég meina, ég stefnum bara að selja alla með hana Já Ef þú myndir setja upp með hálft hús verður þá bara að fara á hausinn? Nei, myndi ekki fara á hausinn Ég er náttúrulega líka búin að fá nokkra styrki þó er þeir eru margir en litlir en já, þetta er stórt en ég bara er alveg óhræddur ég held að þetta muni bara ekki enda í neinu gjaldþroti Nei En þú þekkir þessa umræðu það er mikil umræðu að vanti kannski aðeins minni rými, fleiri rými fyrir norðan þegar ég bjó á Akureyri þá voru ekki síst klassíski tónlistamenn ósáttir við að það kostar alveg formú að leigja salinn í Hofi, menningarhúsinu Hofi þar og það voru dæmi músíkanta sem að héldu ætluðu að halda klassíska
tónleika þar og bara lentu í rosalegum fjárhagserfileikum því að það geta alls konar þættir haft áhrif á aðsókn og eitthvað svona. Og hér hefur maður oft heyrt að það þurfi miklu fleiri rými, Eldborg og rýmin í Hörpu sé of að jafnaði of dýr og of stór og svona. Já. Hvað þér á það? Sko, ég veit það ekki, ég veit hins vegar leiguna til dæmis á stóra salnum í Berlínar Fílharmoníunni og Eldborg er dýrari en það segir ákveðna sögu. Já, ætli það ekki, en auðvitað er Ísland bara mjög dýrt land og Skandinavía bara eins og hann leggur sig mjög dýr og og auðvitað að sjálfsögðu þurfa þá miðarnir að vera líka dýrari, ég meina þetta bara helst allt því miður allt saman í hendur og ég meina auðvitað fyrir svona tónlist þá væri hægt að fara í kirkjur líka, það er Hallgrímskirkja, það er Langholtskirkja sem eru með ákveðna stærð með báðar með frábæran hljómburð en mér langaði bara að fara í Eldborg af því að líka svo þarf maður líka bara að vera tímanlega í hlutum ég var búin að setja þessa tónleika í sölu löngu fyrir jól og það er bara margt sem maður þarf að hugsa og það maður þarf líka að vera bara mjög, mjög duglegur í að kynna viðburinn og það er bara margt sem maður þarf að hugsa Hvernig finnst þér hljóðvistinn í Eldborg? Já, sko, það er náttúrulega hægt að gera mjög mikið með þessa veggi. Persónlega er ég ekkert rosalega hrifinn. Ég til dæmis í Breslá í Póllandi er sami salur, sami arkitekt og ég hef sungið þar oft og það er mun betri hljómburður þar ég gæti verið að fara með rántmál en ég held að sé þannig að þegar Harpa var byggð þá náttúrulega var gríðarlega erfitt fjárhagslegt umhverfi hér á Íslandi og ég hugsa að það hafi verið svolítið sparað í sem sagt akústíkvinnunni inn í salnum það er bara allavega það sem ég hef heyrt og meðan í öðrum sölum er mikill tími settur í það og ég hugsa að einfallega út af aðstæðunum hérna heima hafi verið kannski sparað þar sem er bara mjög skiljanlegt auðvitað er því fleiri sem er á sviðinu því auðvildara er að gera meiri hljómburð en ég til dæmis fór fyrir mörgum árum á tónleika sem að Díana Damrá var að syngja með hörpuleikara í Eldborg og ég hugsaði þá, þetta er náttúrulega sjálfsögðu mjög lágstemt og þetta er mjög stór salur en ég hef farið á samskonar tónleika til dæmis í Berlínar Fílharmoníunni sem er náttúrulega einn af betri sölum í heiminum og þá upplifuru líka þegar þú situr mjög aftarlega þú upplifur eins og tónlistin sé miklu nærðir þetta er ekki eitthvað sem ég get sagt um Eldborg ég upplifði alveg að þetta væri mjög langt í burtu frá mér þannig að þegar það er stór orkestraverk þá sjálfsögðu er ekkert vandamál það hljómar bara mjög vel en það er leið að maður komin með lítið þá verður það líka alveg lítið er mínu upplifun allavega Er hún þurr, hljóðvistinn? Nei, ég myndi ekki segja það. Ég myndi bara segja svolítið svona að þetta tónendurkast sé kannski ekki svo mikið. Nei, einmitt. Þegar þú varst að tala um Bach áðan þá, ég held að þú hafi sagt kannski 2 viola d'amore fiðlur ástarinnar hvers konar hljóðfæri er þetta? Já, þetta er það eru fleiri strengir og það eru 6 strengir og
þá er náttúrulega stillingin öðruvísi og og það er bara sko, það er gjör ólíkt hljóð, það er meira svona, ef ég myndir lýsa þessu einhvern veginn svona grátlegra hljóð, það er svolítið eins og að hlusta á gömbu. Gamba er líka svona selló og svona svolítið svona stabílt og meðan gamba er svona mjög svona angurvær og það er svipað í Viola d'Amore. Já, bara það er rosalega forvitin af því, ég heyrði droppa þessu en ég vissi ekki hvað varst að tala um. Nei, en þetta bara rosalega sjaldan sem að þetta er spilað á og ég raun og veru, ég bara man ekki eftir einhverju öðru eftir Bach sem að er líka fyrir Viola d'Amore. Svo er önnur spurning sem kviknaði í upphafi samtalsins, þú varst að segja að þú væri heppin að vera tenor. Já. Og þú nefndir til samanburðar soprana og barítóna. En hvað með bassana? Eru þeir heppnir eða óheppnir? Þeir eru mjög heppnir. Sko, ef þú ert í alvörunni bassi. Alvöru djúpur bassi. Bara svartir bassar. Já, bara þegar þú getur sko bara sungið bara helst D niðri og það er alltaf á staðnum. Jú, þá áttu mjög góða möguleika sko. Þá eru bara svona ákveðin hlutverk sem að þú getur lært í ákveðnum óperum eins og Brottnámið úr Kvennabúrinu eða Rosenkavalier til þess að nefna eitthvað, þá ertu nokkuð öruggur bara atvinnu sko. Gaman að fá smá yfirlit yfir þetta. Já. En ég veit að ég get ekki haldið þér miklu lengur því þegar þetta tekið upp þá ertu á leiðinni á jarðarför. Það er jú búbót hjá tónlistarmönnum. Jú. Guð hjálpa okkur ef fólk myndi að hætta að deyja. Já, það væri margvíslega haft mjög flókið, heldur. Já, en sko, ég ætla svona að skilja við því kannski á þá svona almennari, húmanískari nótum kannski, fá aðeins að vita einkalífið, ef við byrjum bara þar. Þannig stúd kvæntur og þú 3 börn. Já. Hvað eru börnin gömul? 16, 9 og 7. 16, 9 og 7. Hvað heitir konan? Angela. En er íslensk? Já. Og stefnir í, þú nefndir á þann að það er ekki sjálfgefið að menn með þinn feril séu í þessu brasi að vera fjölskyldumenn. Já. Og stefnir í að eitthvert barnanna gangi sömu götu og þú? Sko, ég hef enga hugmynd en ég myndi ekkert mæla með því sko. Þannig að mér finnst rosalega mikilvægt að læra tónlist. Mér finnst svo mikilvægt að læra á hljóðfæri og læra að syngja. Því að það er svo gaman að gera músík saman. Og það er flókið að vinna við það. Og fyrir mér er þetta svona frekar auðvelt svona, ef við talum um svona uppeldislegt atriði, ef þú getur ekki séð fyrir þér neitt annað en að vera tónlistarmaður, þá skaltu vera tónlistarmaður. Ef þú bara, þetta er bara, þú vilt þetta meira en allt annað, þá skaltu gera það. Annars skaltu ekki gera það. Því að það er ekki góð hugmynd. Því að þetta getur verið frekar vond hugmynd, jafnvel þó viljir þetta mjög mikið. Þannig að, já. Einmitt. Þannig að þú ert meðvitaður að þetta eru stórar ákvarðanir og það að leggja allt undir fyrir hæpinn á góða. Það er ekkert endilega það rétta. Nei, sko, ég meina þetta auðvitað verður maður að sem barn að kynnast tónlist og heillast af tónlist en svo skilur sem uppalandi þú getur bara farið x langt og svo á úlingsárunum gerist eitthvað. Ég meina, ef ég til dæmis hefði ekki kynnst Þorgerði Ingólfsdóttur ég hef ekki hugmynd hvort ég hefði orðið tónlistarmaður. Nei. Kannski, ég get ekki sagt til það en ég veit að það átti að gerast. Það er alveg klart mál. Það er þessir áhrifavaldar sumir segja að það séu svona 2 eða 3 sem hafi allt að segja líf okkar. Laxness sagði einhvern tímann að við getum alveg verið innblásin á því í hvaða áttir heimurinn væri að fara en þegar allt kemur til alls þá
snerist allt um það hvernig við hittum á Laugaveginum og með því áttan við að þú hittir einhvern, hann hefur áhrif á þig, tengslin og það sem hann miðlar og það sem hann verður oft random af tilvíðun, finnst manni frá einhverjum einstaklingum, það leiði til þess að líf okkar tekur gjörólíka stefnu. Það er sjálfsög. Það er bara eins og þegar mamma mín sendi mig til Stuttgart á þetta námskeið og ég kynnist kennaranum mínum og ég eyði næstu 7 árum með honum. Já. Þannig að, og það var, við vorum ekkert að pæla í hver var að kenna þessu námskeið, sko. Við vissum ekkert hann eða neitt, sko. Og það sjálfsög mótaði mín næstu ár gríðarlega. Já. En hún, Angela, hvað gerir hún? Hún er listmálari. Listmálari. Og kennir líka myndlist í fjölbrautaskólanum og fjölbrautaskóla Vesturlands og er stórkostlegur málari og heldur sýningar og selur sína myndir. Þannig að það er mjög listrænt heimili. Já, gaman að heyra. Eigið allt sameiginlegt eða eru það einhverju leyti ólíka týpur? Jú, sjálfsög eru við mörgur leyti mjög ólíkar týpur, sko, en nei, við eigum líka mjög margt sameiginlegt og ég held að svona hvað var þar áhuga á list og uppeldi og eitthvað svoleiðis, þá erum við alveg gríðarlega samstíga. Já. Þannig að annars væri það flókið, sko. Hefur hún stundum orðið þreytt á ferðalögunum þínum? Já, sjálfsög. Já. En örugglega jafn þreytt og ég, þegar ég náttúrulega er líka mikill fjölskyldumaður og mér finnst mjög leiðinlegt að þurfa að vera svona mikið í burtu. Já. Það er líka ekki eðli okkar allra að ferðast svona í atvinnu skyni. Sumum finnst þetta bara mjög erfitt, þetta flugvéla, hótela, ferðatöskulíf. Já, mér finnst það líka. Finnst þér það? Og ég til dæmis er bara komin nóg af hótelum bara fyrir ævina. Ef ég get gist á sófa hjá vinum mínum einhvers þá ger ég það alltaf. Ég nenni ekki að borða morgumat með 300 manns. Nei. Ég borða þetta hvað sem lítið morgumat. En bara svona, það er alls, sko, ég nenni ekki að vera í lyftu. Bara aldrei. Bara alveg svona hvar ég er, nenni ekki að vera í lyftu. Alls konar svona hluti, bara ég komið nóg af, sko. Þannig að ef ég einhvern veginn kemst hjá því, þá finn ég aðra lust, sko. Ég tengi sterklega við þetta, kannski vegna þess að við erum jú frændur. Jú, það getur verið. En sko, svona í lokin, þú nefndir morgumatinn. Er ekki það að elda mat og svona hugsa mat og er það ekki ein af leiðum þínum bara til þess að tjúna þig út úr stressi og njóta lífsins? Jú, ég bara, í gær þá setti ég bara á einhverja músík eftir Gesualdo í eldhúsinu og gerði risotto í svona klukkutíma, í svona kjúklinga. Já, því ég var með kjúklingasóð, sko. Og bara hrærið í þessum potti og ótrúlega gefandi, sko. Þannig að jú, ég er mikill kokkur, áhuga kokkur. Hvað finnst þér skemmtilegast að elda? Sko, ég er náttúrulega mjög skrítina þegar mér er gaman að borða hvað sem er, en uppáhaldsmaturinn minn er sko skata. Í alvöru? Já, það ég er sko sjúkur í allan þorramat og hákallaskötu og eitthvað svona. En mér finnst mjög gaman að elda eitthvað sem tekur langan tíma. Til dæmis eins og gera eitthvað svona lambaskanka og polenta eða eitthvað hannig. Eitthvað sem svona maður þarf að dunda sér við og er allavega 3 tíma á þunum. Já. Skemmtilegt. Hefurðu borðað kæst egg, úldin egg úr Mývatnssveitinni? Já. Hvernig finnst þér það? Finnst þér æðisleg? Þeir finnst þér æðisleg? Og svona öskugrafin? Já. Hefur aldrei verið óheppin með safann úr þeim? Jú. Já. Ég er náttúrulega líka að borða súrströmming, sko. Já. Og þannig að nei, mér finnst bara, það er ekkert sem ég borða ekki, sko. Mér finnst þetta bara mjög skemmtilegt, sko. Já. Nú er ég að fiska, sko, að því að þú lýsir skötunni sem þínum uppáhaldsmat. Síinsilungur, hefurðu prófað hann? Já, sjálfsög. Elskar síinsilungur, sko. Elskar síinsilungur. Já. Og sko það er ekkert margt fólk þínum aldrei sem að deilir með þessum skoðunum. Ég veit það. Og bara, síin grásleppa, sko. Já. Grilluð síin grásleppa. Bara, þú hefur ekki lifað fyrir nú prófar þetta, sko. Ég þarf að prófa hann. Þetta er ótrúlegt. Þetta er svo gott. Jón Stefánsson. Já. Hann náfrændiðinn. Samt svo í kinnan fyrir þeim sem ekki vita hvernig við erum að tala um, organisti í Langholtskirkju og kórstjóri og bara virtuós.
hann var náttúrulega gríðarlegu matmaður Já, og hélt upp í þarna norlenskri, mjögeskri matarmenningu hér sunnan heiða, alveg Já, já. reynd. já, við gistum oft sko, þegar við byggum í Skálholti þá gistum við svolítið hjá Jónsa og Ólu á Langholtsvegi og ég er líka svona morgunhanni sko, eins og Jónsi. Já. Þannig að ég var svona dásamlegar æskuminningar sko, morgnar með Jóni Stefánssoni sko. Það var með sko risa tunnu úti Já. með súrmat. Já, Svo var bara hafragrautur og súrtslátur og pungar og eitthvað og svo var hann með upp á háaloftið. Þá var hann alltaf með eitthvað svínslæri í saltsbaði og það ég veit hékk ekki hvað. allur fjandinn. Og skerpukjöt og ég veit ekki hvað. Þannig að okkur kom mjög vel saman og mér finnst gaman að segja að ég söng bæði sko, hans síðustu Jónasarpassíu og Matthíasarpassíu Já, og það var mjög gefandi. blessu sér minningi Jónsa. Yes. Benedikt, búið að vera mjög skemmtilegt að kynnast þér. Ég vissi ekki mikið um þig. Ég hafði, eins og ég nefndi hérna í upphafi, ég hafði svona aðeins haft hugmynd um þáttöku þína í tónlistarviðburðum en hérna, ég veit miklu meira núna og kæra þakki fyrir að koma hér í Helgispjall. Takk fyrir að bjóða mér. Og ég vona að þið hlustendur og áhorfendur séu sömu skoðunar og þið vitið sitt hvað sem þið ekki vissuð áður. Þakka ykkur fyrir að hlusta eða horfa á okkur og ég minni á úrval hér eftir hádegið af efni vikunar á Samstöðinni og eins þáttinn Syni Egils á morgun klukkan 12:40 þjóðmála flaggskip Samstöðarinnar í umsjá bræðranna Gunnars Smára og Sigurjóns Magnúsar. En ég heiti Björn Þorláksson og við segjum þetta gott í bili. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni.